Það var komið að seinustu þættinum í hegðun sem við viljum hætta að vera með. Og ég ætla að byrja á með sögu, sem að þetta gerist á vetrartímabili og ég og félagum minnum á rúndunum. Og við erum á pick-up, þannig að við festumst ekki ef við förum í snjó. Komum að bíl sem er fastur í snjóskafli og hann er búinn að stoppa umferð báðar leiðir. Þannig að við ætlum að gotta okkur leið á að hjálpa gæjanum sem var fastur. Mætum og tölum við gæjan og þá veit hann allt hvað á að gera. Hann er með álita að það þarf að moka frá, það þarf að íta bílnum og það þarf að koma bílnum hans í burtu svo umferðin geti haldið áfram og eitthvað svoleiðis. Við ekkert mál, við förum og reynum að moka frá. Nema það að gæjin stendur alltaf tíman. Hann horfir á okkur að vinna. Þannig að við hættum við að hjálpa til og förum bara. Og okkur kemur með þessa sögu. Og það hegðunin sem þessi maður var með var að segjast alltaf að gera eitthvað eða koma með hugmyndir eða lausnir en ekki gefa frá sér neitt verðmæti eða hjálpa til í aðstæðum. Hegðun sem við gerum er að segjast alltaf að gera eitthvað eða koma með álit eða ábendingar eða ráð en ekki gefa neitt value frá þér eða ekki gera neitt til þess að hjálpa til í aðstöðunni. Og til dæmis var þessi gæi að segja allt hvað átt að gera en gaf ekkert value eða hjálpaði til. Ofta ég að tala good game, koma með álit hvernig á að gera þetta eða hvað er rétta leiðin að þeirra hönd en svo gera það ekki neitt. Þegar ég tala verðmæti er að ef þú hjálpar einhverjum, aðstoða einhvern eða gerir það sem þú segir, þá ert þú að gefa frá þér verðmæti. Þú ert verðmætur og þú ert verðmætur í það sem þú gerir fyrir aðra. Hvernig förum við að gefa frá okkur verðmæti? Til þess að vera gæinn sem er miklu meira svona meskilinn, miklu karlmannslegari. Til dæmis þegar ég var að vinna með Sigga King, við erum fjölskyldu vinir og hún talaði að vilja vera með podcast og vera með podcast herbyggi. Þá fór ég bara strax í málið að reyna að setja það upp og gera og græja. Ég var ekki að bíða eftir eitthvað annar myndi að koma og laga. Ég var ekki að spyrja hana mikið hvernig átt að gera eða hvað var lægi. Ég gerði það með hennar samþykki og bara græja það. Fara í verkin, frekar heldur en að fara að tala allt sem maður getur gert og hvað maður kann. Og ég skal útskýra eftir skref fyrir skref hvað ég getur gert. Annað dæmi, til dæmis það sem menn gera, þeir eru ofta að tala hvað þeir kunna, hvað þeir klárir, eða koma með álit eða punkta, eða hvað á að gera og hvað svona, þeim finnst vera rétt, svo kemur að vinna verkið eða gera eitthvað, þá gera ekki neitt. Þannig að þeir eru mikið að svona fá samþykkið og svona hrósið og svona tilfinninguna að kunna hlutina. Annað dæmi er að stundum maður að veita fólki vonbrigðum án þess að maður veit það. Bróður minn var stundum pirrar út mig, ég vissi ekki út af hverju, þannig að ég fattaði hvað það var. Og það sem það var að ég var kannski þegar ég var þunglindur, sem sagt low season hjá mér, þá var ég kannski að segja, ég langar að byrja í ræktinni, mér langar að gera þetta, eða ég var til að borða betur, ég var bara alltaf að segja hvað mér langaði að gera eða hvað ég ætla að fara að gera. Þannig að hann var alltaf tilbúin að hjálpa eða aðstoða, en svo gerði það ekki. Þá var ég veita honum miklu vonbrigðum. En sem ég er búin að læra, stundum er betra að sleppa að segja fólki hvað maður er alltaf að gera, að þegar þú gera ekki, þá er það fyrir vonbrigðum sem þú sért í sambandi. Og þú ert alltaf að tala hvað þú vill gera, eða hvað þú ætlar að gera, hvort sem að með henni eða fyrir þig, og svo gerur það ekki. Þá ert að lækka value-ið. Það er stundum betra og miklu sterkar að vera bara í þögninni, að ekki segja neitt, skilur við. Og býða komin aðeins lengra, þannig að þú byrjar í ræktin og þá getur þú sagt það eitthvað svoleiðis. Og ég ætla að koma með svona 5 hluti sem við getum gert til þess að aðlaða okkur, sem ég gerir rosalega mikið og ég gerir þetta ómeðvitað núna. Fyrst þarf þetta að rosa pæla í þessu og hugsa hvað ég var að gera, en í dag gerir ég þetta alveg ómeðvitað. Því ég er búin að gera þetta að mínu persónuleika. Þetta eru 4 hlutir, kannski 5, kannski 6, sjáum til. Og svo erum við smá bónus hérna í lokin fyrir þegar kemur að vera meira aðlaðandi fyrir stelpum þegar þú byrjar að deyta þér. Ok, númer 1 sem við getum gert, eins og með Sigga King, staðan fyrir að tala mikið good game, eða reyna að tala og fá þessa viðurkenningu og fá svona hrósið og svona eins og ég segi, get klár, þá reyna ég að sleppa að tala það og frekar sína með að gera það. Og þá fer ég í verkin og reyna að vera svolítið fljótur, svona on it. Sem þýðir að ég spyr sjálfa mig oft, ok, hvað get ég gert í þessu aðstæðum til þess að koma svo áfram? Hvað get ég gert í þessu aðstæðum til þess að byrja verkið? Hvaða bara litli hlutur sem ég get gert til að koma svo áfram? Ég þarf ekki að vita hvernig ég ætla að gera eða vita allt ferlið eða með neitt plan. Ég þarf bara að vita hvað ég get gert til þess að byrja núna strax til þess að gefa frá mér verðmæti. Þannig að þetta er númer 1 sem ég getur gert. Bara fara strax í hlutina án þess að vera mikið að tjá sig hvað við kunnum. Ok, og númer 2, sem þú sért í vinnunni og þá þarf að leysa ykkur verkefni.
það vilja allir koma með sína hugmyndir af því að allir elska að koma með hugmyndir og finnst sín eigin hugmynd best. Þannig að staðan fyrir að þú ert að fara að segja þína hugmynd og hvað þú getur gert, þá leifur allir öðrum að klára og ef einhver í hópnum sagði það sem þú myndir vilja gera og það sem þú væri svona þín hugmynd, þá getur þú sagt, þetta góð hugmynd hjá honum Jóa, ég mér líst vel á hana, hann alveg með þetta. Og það sem gerist að fólk miklu meira tilbúin að vinna sína hugmynd og miklu meira orku fyrir það og tilja heldur en einhver hugmynd hjá einhver öðrum. En þó þú kannski átti líka þessa hugmynd en hinn var undan að segja þessa hugmynd og þá getur þú hrósað hann og sagt þetta góð hugmynd. Þess að íta undir að fólk velur þessa lausn, þessa aðferð. Og þá þú basically að fá þína hugmynd framgengt. Og stundum þegar maður gerir þetta og segir ekki neitt, það á fólk til með að koma til manns og spurja hvað vilt þú gera, hvað finnst þér? Og þá ertu allir búin að snúa aðstæðinu þannig að fólk að spurja þig ráð eða að fá að heyra hvað þína sögu, hvað þín lausn er. Og númer 3 sem ég gerir mjög mikið af að ef ég ekki að fara að vinna verkefnið, tengist ég ekki neitt, skilur. Þú getur verið á vinnustað og þú veist að einhver 3 aðilar að fara að vinna þetta verkefni, þá myndir þú ekki segja neitt, skilur. Þá myndir þú bara leyfa þeim finna út úr lausninni og fá sína hugmyndir og sína pælingar. Af því ég veit að ég ekki að fara að gefa mitt verðmæti eða hjálpa til, þá ég ekkert að koma með mínar skoðanir eða tillögur. Ef ég er spurður, þá ger ég það, en yfirleitt vil fólk bara fara sína leiðir. Þannig að það er miklu meiri kraftur og powerful ekki segja neitt, skilur, og vera bara í þögninni að einhverju leyti. Af því flestir vilja koma sína hugmyndir, sína pælingar að þeir eru sækjast í þessu svona tilfinningu að líða vel að það komi góða hugmynd eða það veit rosalega mikið þess vegna eru að koma með þessu hugmynd eða það eru með góðar ástæður af hverju á að gera þetta og svona að það læti þeim bara líða vel að þeir eru sækjast í þetta validation og þetta samþykki að hrósi frá öðrum og svo án þess að vinna vinnuna en við viljum alltaf vinna vinnuna. Svo erum við 4 áni fyrir þetta bónus þegar vera meira svona aðlandi fyrir stelpur þegar þú ert að deyta meira svona sjarmur eða meira svona áhugaverður. Já. Þannig að númer 4 til dæmis eins og ég var alltaf að lenda með bróðum mínum, ég var alltaf að gera hann vonsvikana því ég sagðist alltaf að gera eitthvað og gera ekki. En númer 4, það sem þú getur gert að bíða, og það er ástæða okkur þú vilt gera. Ef þú vilt fara að byrja í ræktinni eða að byrja að borða betur og með eitthvað svona draum að þú vilt gera eitthvað og ert að segja fólki frá því, viljum fá hrósi, bara vá hvað duglegur að byrja í ræktinni, ég bara í stiði. Oft þetta að gera það þurfum að sækjast í þetta samþykki. Í þetta hrósi og svona. Og það sem þú vilt gera bara minnka að segja fólki hvað þú ert að stefna á eða plana að gera. Af því ef þú feilar en nærði ekki að hætti við, þá verður fólki oft svona fyrir vonbrigðum, heldur fyrir að bara gera hlutina. Það er rosa skrítið af hverju þó að þetta snýst bara sjálfu þér, sko. Þannig að það sem ég geri, og ástæðan okkur ég geri þetta, að ekki segja neitt. Af því að þú verður miklu meira aðlandi og svona sjarmur og miklu meira powerful og miklu meira kraftur og maður kallmannslegur að þú ert ekki að segja einhverjum til þess að fá hrósið heldur að byrja sinni í ræktinni og ert að gera þetta og svo alltaf kemur í ljós kannski 2-3 mánuðum bara wow, þú byrjar í ræktinni og þá ertu búin að ná okkur þvíleikum árangri eða byrja að borða betur eða byrja að stofna fyrirtæki skilur, ekki sækjast í samþykki og svona hrósið fyrirfram. Þú vilt frekar bara að fólk komist að því seinna meir. Og eins og fyrir mig, þú getur gert, ég valdi bara 2 vini mína sem ég segi allt. Þannig að ef ég er að leitast eftir pepp eða eftir hrósi eða leitast eftir að monta mig, skilur eitthvað ég er að byrja í ræktinni eða byrja eitthvað verkefni, því mann er langa ofta að segja einhverju frá. Þá er ég bara með 2 vini og þeir þurfa bara að hlusta á mig. Og svo oft segja hluti og ég kannski gera ekki eða klára ekki eitthvað svoleiðis. En þá er ég bara búin að velja þessa 2 vini. Staðan fyrir að vera að segja öllum og segja allt. Og sama eins og í sambandi og alltaf að segja hvað þú ætlar að gera og svo gera ekki. Vonsvikinn, segjast alltaf fólk með rusli og svo gera ekki. Þetta er að minnka þitt value. Frekar gera hlutina á þess að segja á eða bíða með að segja fólki hvað þú ætlar að gera. En allavega, þá er komin að bónusdótinu og þetta er bara, ég elska þetta. Og basically til þess að vera meira svona aðlaðandi eða svona sjarmur að vera meira áhugaverður, þetta er meira svona áhugaverður að því að þegar menn er að deyta, að byrja að deyta á líka stelpur þá eiga til með að segja allt það góða eða allt sem þeir gera í byrjun ég er að gera þetta, ég er fyrirtæki ég er svona allt það góða, þannig að þeir eiga ekkert eftir að því menn er að segja þetta til þess að heilla manneskjuna
en eins og félag minn, ég kom með sögu, hann var að deyta stelpu og ég held að eftir 6 mánuði, hann sagði bara ég smiður og hún hélt að hann væri bara smiður og hann smiður. Svo eftir 6 mánuði búin að vera að deyta stelpuna, þá kemst hún að hann að reka sitt eigið fyrirtæki sem smiður og henni fannst það bara geggja áhugaður, bara what? Að hann geymdi þetta og svo var hann búin að deyta hana í 8 mánuði eitthvað svoleiðis og þá allt í hennu kemst hún af því að hann á hús út á landi sem hann að gera upp og laga og þetta til dæmis fyrir mig sem ég elska að gera. Að það að ekki segja frá öllu góða sem ég að gera eða sem lætur mig líta vel út að því ég að sækjast eftir í svona samþykki. Þannig að ég frekar segja að ég sé smiður en ég ekki að segja að ég með hús út á landi sem ég að gera upp og selja, svona flippa húsum og fleiri hluti sem ég að gera í lífinu. Ég býð mig alltaf að segja að reyna að leyfa fólkinu að komast að því. Af því það gerir þig miklu meiri svona áhugaverðari. Af því þú varst ekki að segja þetta til þess að fá samþykkið. Þannig að þetta þessi bónus, þannig að ef þú ert með eitthvað gott í lífinu, býttu með að segja eða leiðu fólkinu, stelpunni að komast að því. Ég ætla að koma með smá recap af öllu þáttunum, mjög stutt, bara svona 1-3 setningar þessar hegðanir og svo ætla að enda þessu með einni sögu. Það sem ég er búin að vera að nota, ég er búin að segja ykkur. Það sem ég talaði í þættinum 1, ekki fara í fílu eða vera rosa tilfinningarlegu mikill til þess að fá athygli, ekki fara í fílukast til þess að fá athyglina. Það viljum við ekki gera. Og númer 2, ekki leiðrétta fólk til þess að líða mikilvægur. Ekki vera að leiðrétta alla svo þú getur svona sýnt að þú veist betur eða með betra álit. Það númer 2. Og númer 3, ekki rífast við fólk bara óþarfa til þess að sýna svona vald eða að sýna veist mikið. Bara fara að rökræða og svona rífast við fólk. Bara að því bara til þess að sýna eitthvað svona mikið mennsku brjálæði. Sleppa því. Og númer 4, ekki eru gæinn sem veit allt, svona know it all. Þeir eru að gera þetta til þess að fá samþykki frá fólk, að fá hrósið, fá svona validation að þeir eru svona rosa klárir og vita allt og með réttu svörin og bara með bestu sögunar og allt. Og svo náttúrulega númer 5 sem vorum að tala ekki vera að segja og alltaf gera eitthvað til þess að fá athyglina eða samþykki eða hrósið og ekki gefa frá þér verðmæti eða hjálpa til í aðstöðum. Ég vil að koma með sögu. Ég sem sagt af vinafólki er fenginn til þess að aðstoða að smíða eða byggja landnámshús sem sagt víkingahús og þau vita ekkert, ég er ekkert búin að segja hvað ég kann og klára og hvað ég get og eitthvað svoleiðis og þau byrðu mig hvort það geta hjálpa sér eða aðstoða að vera með. Jú, ekkert máli, ég get alveg gert það, ég kann ekkert mikið eitthvað svoleiðis. Svo mæti ég að ná svæðið og það þarf að helluleggja grjótvegg, svona vegg. Ég er ekki að segja mikið hvað ég kann og hvað ég klára eða koma með svona tillögur eða svona að reyna að fá samþykki eða validation að ég kann eitthvað. Svo kemur maðurinn sem er að fara að kenna og sína hvernig að helluleggja svona hlaðinn vegg og hann eitthvað sýnir og gerir og ég leyfi honum bara að sína og kenna, skilurðu. Og svo byrja ég bara að hlaða vegginn. Svo kemur ljós að ég er rosa klár í því og ég kann það. Og þetta enda að fólk bara kom óvart hvað ég var góður í því og enda að fólk var að biðja að fá ráð eða að fá mig til þess að hjálpa og þetta var svona námskeið og svo enda ég svolítið líka að vera að kenna hvernig eða aðstoða og sína hvernig þú átt að hlaða svona vegg og engin bjóst við því ef vissi af því og það sem ég gerði þannig þessu aðstæðum er að ég ger rosalega mikið, ég er ekki mikið að tala good game, skilja svona good game eða svona, ég er ekki að blása egoðu mitt upp eða segja hvað mikið ég kann eða hvað ég klára að koma með áliti eða pælingar, ég vil frekar sína það og það bara af því að fólk býst ekki við einhverju og svo stendur upp fyrir væntingum þá verður miklu meira svona heillandi og aðlaðandi og þess að ég gerði og fór líka í að helluleggja vegginn eða hlaða vegginn af því það var svona flestin voru ekki að nenna ef ég vildi ekki gera svona pínu svona vinna að gera það sko ef ég hefði farið og gert ekki neitt eða byggði eftir þá einhver setti mig í verk eða ef ég hefði farið að gera eitthvað sem var miklu skemmtilega, miklu léttara þá ég minnka mitt value eða það ég var búin að tala eins og ég var rosalega klár í þessu og kunni rosalega mikið eða kunni og þá vorum við með háar væntingar og þá hefur ég kannski ekki staðist undir væntingunum. Stundum er betra að halda aftan að sér og tjá sig minna og frekar sína í verkum, gefa value, gefa frá sér verðmæti. Með þess að félagum vissi ekki hversu öflur ég var í svona handvinnu þannig að þetta er kosturinn að koma fólki á óvænt. Þetta er einmitt, það sem menn gera öfugt. Þeir tala big game en svo geta það ekki framkvæmta eða gera ekki eða nenna ekki eða latir. Það skiptir ekki máli hvað en menn tala sig litt stóran og eru síðan minni menn. Þannig að við frekar bara minnka að tala því stóran
og sína í vinnu og það rosalega heillandi og aðlaðandi fyrir fólk. Ég með smá mission fyrir í vikunni eða næstu viku eitthvað svoleiðis. Ef þú lendir í aðstæðum í vinnunni eða hvar sem þú ert að gefa meira verðmæti frá þér. Það var kannski að þú spyr hvort þú getur gert það eða ekki, en fara í aðstæður og gera vinnuna. Og án þess að sækjast eftir eitthvað svona hrósi eða validation eitthvað svoleiðis, þú veist, fara að hjálpa fólki eða gera vinnun sem þarf að gera, hvað sem er að fara út með ruslið eða þrífa á vegstæðin í vinnunni eða gera eitthvað svona auka vinnu til þess að gefa frá þau verðmæti. Og þegar þú gerir það, þá viltu við líka segja við sjálf að þú ert ekki að gera þess að fá hrósi eða líta vel út eitthvað svoleiðis. Þó það gerist, gef þitt verðmæti frá þér og þitt verðmæti er bara að gera það sem þú gerir fyrir aðra. Það er verðmæti, mjög mikið verðmæti í því. Og þú ert að gera þetta þegar það er partur af þér að vera karlmaður, partur að vera þú, að hjálpa til og gefa frá þér verðmæti. Og þess vegna gera það. Ekki að þegar þú fær hrósið, ekki að þegar þú lítur vel út, þó það er það, en þú gerir þetta, að þetta er partur af þér að hjálpa til í aðstæðum eða að gefa frá þér verðmæti. Þá er þú maðurinn sem fólk leitar til eða er maðurinn sem er svona líder, að þú ferði í verkefnin en ekki eftir að bíða eftir eitthvað annar gefur verkefni eða setu þig í stöðu eða setu þig í verkefni. Þú bara ferði í þetta því það er partur af þér. Þá er þú maður sem fólk leitar til, maður sem fólk treystir. Og mission nummer 2 er að ef þú ert í samræðum í vinnu eða einhver staðar og fólk er að tala hugmyndir og pælingar, hvað það er að gera, lausnir, eitthvað svoleiðis og þú finnur þú með einhverja geggjaða hugmynd og þeir langar að koma þín og framfærir, pröfa að ekki segja það, pröfa bara að halda þið inni og segja það í lokin eða koma alveg aftast, ekki gera það strax. Og þegar oft er gott að bíða aðeins og lefa öllum öðrum að klára og svo hendur hugmyndinni, bara minnka að segja þitt álit. En hins vegar, ef þú ert gaurinn sem ert ekki mikið að tjá þig hugmyndir og pælingar og hvað þú getur gert eða aðferðir eða lausnir, þú ert ekki að gera neitt að því, þá myndi ég vilja að þú myndir gera meira að því. Þá myndi ég vilja að þú ert að segja þínar pælingar, þínar hugmyndir, hvað þú leggur fram, þínar lausnir á verkefnum eða vandamálum og eitthvað svoleiðis. Þetta eru þessi 2 mission sem ég er með fyrir ykkur. Þessi þáttur var svolítið langur, giska ég, að því ég var að pröfa nýja leið til þess að gefa frá mér handrit. Ég var að pröfa nýja leið, hvernig ég get gert meira verðmæti, hvernig ég get hjálpa meira, hvernig ég get gert þættina betur. En ég vil endilega þakka þér fyrir að hlusta og vera svona þolinmóður að hlusta á mig, því ég veit að ég er með lesblindu og tala stundu vitlaust. En ég er búin að æfast og verð miklu betri, þannig að takk kærlega fyrir.